hver var þessi kona? Hvað var hún að gera ein upp á fjöllum, því hún virðist hafa verið ein? Og svona skartbúin, svona ríkulega búin, ríkmannleg kona, hvað var hún að gera ein upp á fjöllum? Þetta vekur spurningar. Og það sem við vorum að gera, við höfðum svo mikinn áhuga á, við vorum með svona dellu fyrir hérna nýtingu vatnsafls. Og hérna vorum hérna upp frá að kíkja á upptök Vestasár. Já, við sem vorum hérna að fara að skoða vatnasviðið hérna upp á heiðinni og þá skall á okkur strax dimmþoka. Við sáum bara ekki rétt fram fyrir tærnar á okkur. Því við vorum að fylgja ánni þarna upptök Vestasárinnar hérna niður þetta gíl, eða smá svona gílspörningur. Og Gústi eitthvað aðeins nokkrum metrum undan mér. Þá hann rekur tærnar í eitthvað drasl þarna og galar upp og leið og ég rekt tærnar í annað svona stykki, svipað. Gústi var svona alveg kominn að því að henda hinu bara í annað, eitthvað hellis járnadrasl. Þá ég eiginlega hálfpartinn stoppa hann og af við það, ég vildi sjá þetta, skoða þetta betur, þá var það 3 blaða nælan þetta sem að, en ég fann brjóstnæluna. Unnar voðalega mikill grúskari og hérna forvitinn og fór svona að dusta af þessu, þá sá hann að þetta var eitthvað merkilegt og við sáum náttúrulega að þetta var úr einhverju öðru heldur en þetta var ekki ryðgajárn, þetta var messing. Svo vorum við svona eitthvað að veltast með þetta einhverja 2-3 daga, svona hvernig við ætlum að bera okkur aðeins, hvað ætlum við að gera í þessu sko. Fundum það nú fljótlega út að ættum nú tilkynna það sko, það var nú hyggilegra að gera það sko. Það var í júlí 2004 að það var, þeir hringdu, strákarnir 2 á Seyðisfirði, hringdu í fornleifavernd ríkisins og sögðu þeir hefðu fundið þarna einhverjar mjög sérstakar nælur sem þeir héldu að veri fornar. Og Kristín Sigurðardóttir, forstöðumaður, hringdi í mig og bað mig fara og athuga aðstæður á staðnum. Við vissum að þetta var einhvers staðar upp í fjöllum, hátt upp í fjöllum, 700 metra hæð, þannig að það var kannski svona líklegast að var að ræða lausafund, þarna hefði einhver mist þessa gripi einhvern tímann fyrir löngu síðan. Nú við drifum okkur til Seyðisfjarðar, ég og nokkrir áhugamenn, 2 hérna frá Akureyri og nokkrir frá Egilsstöðum, ásamt þeim Unnari og Ágústi frá Seyðisfirði sem fundu gripina fyrst. Það var sem sagt hérna sem að fyrstu 2 nælurnar fundust. Þeir Unnar og Ágúst fundu þessar nælur og vísuðu okkur á staðinn. Og við byrjum á því að skoða yfirborðið á nokkuð stóru svæði, reyna að finna. Ég átti helst von á því að þetta væri í raun og veru bara lausafundur. Hér einhver mist þessa gripi, einhvern tímann á landnámsöld. Því að við erum hér langt frá byggð og valla og hátt uppi, við erum í 700 metra hæð, þannig að það er varla hægt að hugsa sér að þetta hefði verið kuml. Þannig að við vorum fyrst og fremst að leita í yfirborðinu og fundum ekki neitt, við vorum leitað í 2-3 tíma. Það var ekki fyrir við fórum að svona hreyfa við steinum og aðeins að skoða undir þá á staðnum þar sem að nælurnar fundust, að þá fór að koma í ljós fyrst
agnar, smá perla og fleiri perlur. Og það að okkur var ljóst að þarna var að ræða mjög mikið af skarti og líkamsleifar. Og daginn eftir þá fórum við út bara til búð og keyptum sigti og komum hérna upp aftur og sigtuðum allan jarðveg, tókum allan jarðveg frá skútanum og niður að læknum, grófum hann vandlega og sigtuðum og út úr þessu komu eitthvað rúmar 500 perlur. Síðan þá hafa fleiri fundist, þannig að það eru orðnar núna 600. 600 perlur, 5 vel varðveittir, frábærir skartgripir. Sem sagt mjög skartklædd kona á þessum sérstaka stað, þessum reyndar ákaflega fallega stað. Þegar konan fannst á heiðinni þá fékk ég símtal þarna 2004 frá vini mínum sem að þekkti nú mínar hugmyndir og áhuga á fornum fræðum og hann segir mér frá þessum fundi og það fyrsta sem mér dettur í hug að hún sé völva. Ég segi við hann sem svo nú þurfum við bara að finna helst oddbrotinn hníf vegna þess að við vitum að völvur báru gjarna á sér oddbrotna hnífa, væntanlega allir borið á sér hnífa en það oddbrotna. Það líður cirka hálfur dagur og þá fæ ég SMS að hnífurinn sé fundinn. Hann var reyndar ekki oddbrotinn en mér fannst þetta samt skemmtileg tilviljun og dálítið töfrar í þessu. Og svo lítið eins og hún væri að senda okkur skilaboð. Já, við vorum búin að leita lengi hérna í allri urðinni áður en við komum hérna inn í þennan stað, þennan litla skúta. Og efst hérna í honum efsta laginu var höfuðbein og bara mjög grunnt undir því var nælan. Þessi bronsnæla sem við fundum sem var alveg rosalega falleg og vel varðveitt. Og meira að segja pinninn í henni var ennþá heill. Og við auðvitað fórum algjörlega bara úr límingunum að við að sjá þetta var alveg frábært. Og undir nælunni voru perlurnar, járnhníf og 2 fiskbein. Þannig að hún hefur verið með nesti með sér í þessum leiðangri sínum sem endaði hér í þessum litla skúta. Þetta var alveg makalust að upplifa þetta, að koma svona að þessu og sjá alla þessa muni og snerta þá fyrstur. Við fundum leifar af beinum sem eru ofan olnboga en engin bein þar fyrir neðan. Nokkur höfuðbein, bæði handleggsbeinin og alla tennur og svona brotakennd að öðru leyti. En hún af stöðu höfuðsins og handleggjanna þá þykjumst við geta séð að hún hefur legið hérna á bakinu hérna inni og með höfuðið svona eins og bogið upp við vegginn. Við getum kannski bara prófað að sýna ykkur það. Hún hefur legið einhvern veginn svona. Og með höfuðið svolítið ofar heldur en aðrir hlutar líkamans. Legið einhvern veginn svona. Það fundust 4 nælur og 2 af þessum nælum eru svokallaðar kúftanælur. Og þær eru þeir skartgripir sem eru hvað mest einkennandi fyrir víkingaraldarkonuna. Í þessu tilfelli þá eru nælurnar 2 af sömu gerð. Það eru aðeins misvel varðveittar. Þetta eru alveg einstaklega fallegar útgáfur af þessari tegund. Akkurat þessi tegund, þetta munstur og þetta form
algengasta tegund víkingaldarnæla sem við finnum á þessu vestur norræna svæði. Hins vegar má segja þessa tvær að þetta sé einstaklega fallegar útgáfur. Það má sjá á munstrinu, á hvernig þegar nælan hefur verið steypt, að móti hefur verið alveg sérstaklega fallega unnið og skýrar og fína línur. Þær eru samt ekki, þessar tvær eru ekki steyptar í sama mót. Það sem sérstakt við þær að þær eru gylltar og að það heilmikið varðveitt af gyllingunni. Það hafa líka verið dregnir silfurvírar eða silfurþræðir á milli hnappana og mynda eins konar svona tíglamunstur. Það fundust yfir 500 perlur og þetta gífurlegur fjöldi. Algengast að finna kannski svona 20-30 perlur í svona vel stæðum kvennagröfum. Þannig að þetta mikill fjöldi. En fjöldin fyrst og fremst einfaldar, litlar, einlitar glerperlur, svona 2-3 millimetrar í þvermál og eru bara sömu tegund og maður fær keypt í bara fundurbúðum í dag. Það eru svona einfaldar litlar perlur til að þræða upp á band. En svo eru nokkrar sem að skera sig meira úr og eru sérstakari. Og þá eru til dæmis þessar hérna sem eru í mörgum liðum. Þetta eins og þetta séu margar perlur sem eru fastar saman. Og þetta gler, þetta glært gler sem svo húðað með þunnri filmu af silfri og svo yfir aftur með glæru gleri. Svo eru nokkrar perlur hérna sem að sýna mjög skýran og skemmtilegan hátt hvað víkingarnir fóru víða og versluðu langt. Og það eru hérna 3 perlur sem sýna hreinlega leiðina Silkiveginn og það eru þær eru úr karnjól frá Indlandi. Og þessi stóra hérna, hún næstu 2 cm á lengd og hún með 8 slípuðum flötum og hún verður eiginlega glerkennd, hún svo fallega slípuð. Stærsta perlan, hún úr rafi og það nokkuð algengt að finna rafperlur á járnöld og víkingaöld og þá gjarnan eina eða 2-3 og þær eru oft svona stórar og veglegar. Og rafið eru steingerð trjákvoða og það finnst fyrst og fremst svona í rafið sem við erum að finna hér, svona frá Danmörku, Pólandi og þar kring. Maður kemst ekki mjög langt nema með getgátum. Því að ef við ættum bara að halda okkur við það sem hinn ströngustu vísindi geta sagt þennan fund, þá það afskaplega fátæklegt. Við getum sagt frá hvaða tíma hún við getum sagt hvað hún hafi verið gömul, við getum sagt nákvæmlega hvaða gripi hún bar. Í raun og veru ekki mikið meira en það. Og einhvern veginn þá það ekki alveg fullnægjandi. Það ofmargt einkennilegt við þessa konu. Það sem við erum að gera að nota strontium ísótóparannsóknir til þess að reyna að finna landnámsmennina og til þess hefur verið að taka sýni úr tannglerungi einstaklinga úr elstu gröfunum á Íslandi. Ástæðan fyrir við skoðum tannglerunginn að hann hefur lokið við að myndast í kringum 6 ára aldur og endurnýja sig ekki. Þannig að það í rauninni læsist inn í það umhverfi sem hún bjóst í fyrstu 6 ár ævinnar. Við tókum sýni úr tannglerungi fjallkonunnar og gerðum strontium ísótópa greiningu á honum
og þær niðurstöður sýna ótvírætt að það ómögulegt að hún hafi fæðst á Íslandi. Hún sem sagt, hefur flutt hingað einhvern tímann eftir 6 ára aldur. Við getum ekki sagt til hvaðan hún kom en hún alveg örugglega landnámsmaður. Í raun og veru var voðalega lítið sem við gátum sagt af beinunum sjálfum, þau voru mjög veðruð og illa farin. En hins vegar voru allar tennur til staðar og bara nokkuð heilagar. Tennur eru ansi sterkar og stundum er það eina sem verður eftir af beinagrindum. Og það sem við sáum, það sem ég sá á þessum tönnum var að þær voru ákaflega lítið slitnar. En það tannslit er eitt af því sem við notum til aldursgreiningar á manneskjum. Og það var greinilegt að þarna mjög unga manneskju að ræða, kannski svona rétt eða yfir tvítugt. En hins vegar var ekki hægt út frá beinum eða tönnum að kyngreina eða hvort var að ræða konu eða kall. Í raun og veru ekki hægt að sjá neitt á tönnunum annað en þær voru óslitnar nema þá framtennurnar sem virtust hafa slitnað meira en aðra tennur og voru þar fyrir utan upplitaðar, voru brúnar að lit öfugt við hinar tennurnar sem voru hvítar sem gæti bent til að einhvers siðar eða endurtekin athafna sem valda því að þessar tennur slitna meira. Konan okkar, fjallkonan, eins og við höfum okkur að kalla hana, hún sem sagt hér á tímanum 900-950. Þetta landnámstíminn. Við vitum líka að hún ekki fædd og uppalin á Íslandi, heldur einhvers staðar annars staðar. Þetta ekki bara landnámskona? Trúlega þetta landnámskona. Hvort hún hefur verið völva eða höfðingjakona, það skal ég ekki fullyrða, en hún minnst kosti af háum stígum. Ef maður ætti að reyna að segja eitthvað það hvaðan hún kemur, þá auðvitað nærtækast að álykta að hún komi frá Norður-Noregi því að eina sambærilega konan með sambærilegan perlubólan þaðan. Og við vitum það að landnámsmennirnir komu víða að þeir komu ekki einungis frá Noregi, öllu Noregi, heldur líka frá Bretlandseyjum og Skotlandi, þannig að það ekki útilokað að hún hafi komið þaðan. Ef þetta snúi upp á hendurnar á manni og maður yrði að segja eitthvað, hvaðan hún kæmi, þá væri eðlilegt að segja að hún kæmi frá Norður-Noregi bara vegna þess að þar hægt að finna sambærilega konu, ekki annars staðar. Þegar ég fór að skoða, reyna að finna eitthvað sambærilegt, einhvern sambærilegan fund, þá aðalega með það í huga sambærilegan perlufund í Kumli frá þessum tíma á Norðurlöndum. Sendi fyrirspurn út öll Norðurlönd. Þá kom í ljós að aðeins ein kona sem ég veit var með einhvern álíka fjölda af perlum. Sú kona fannst í grafreit í Hólma, Stæken á Engilauga, Norður-Noregi, skammt frá Lofoten. Mjög ríkulega búin kona, ríkasta gröfin á þessu svæði. Grafararnir sem grófu hann kölluðu hana drottninguna, af því hún var svo ríkuleg. Það margt einkennilegt við Hagbarðssonskonuna. Þetta var ríkulegasta gröfin á staðnum, en samt var hún höfð í útjaðri grafreitsins, sem svolítið merkilegt, en kannski enn merkilegra það að hún var hlekkjuð við gröfina. Það var eins og fólk bæri óttablandna virðingu fyrir henni. Það væri jafnvel hrætt að hún myndi ganga aftur og var þess vegna reynt að halda henni niðri við gröfina.
eitt merkilegt sem kom í ljós. Þegar verið var að rannsaka, kyngreina þessi bein á sínum tíma, bein Hagbarðskonunnar, kemur í ljós að hún karl. Í framhaldinu þá ákváðu menn að það sem þetta var greinilega kvengröf með kvengripum, öll kveneinkennum, það voru kvenverkfæri, það voru snældursnúðar, það voru vefskeiðar, það voru kvenskartgripir. Í framhaldinu ákváðu menn að þetta gæti ekki verið rétt, þannig að þarna hlýti hafa orðið ruglingur á beinum og þannig standa hlutirnir nú. Þetta er áhugavert í því samhengi að seiðmennska á þessum tíma tengist mjög sterkt konum, kvenfólki, seiðmenn jafnvel, karlkyns seiðmenn, klæddu sig út sem konur til þess að stunda seiðin. Það var sem sagt kvenkynið sem var móttækilegra fyrir seiðmennskunni, var móttækilegra fyrir öndum. Þetta tengist nú kannski því að andarnir fóru inn í seiðmennina, yfirtóku líkama þeirra og það hafa menn tengt sérstaklega við kvenkyn. Konan okkar, eða báðar þessar konur, eru frá fyrirhluta 10. aldar og ef við reynum aðeins að setja okkur inn í hvers konar tíðarandi var þá, hvað var í gangi hér á Norðurlöndunum á þeim tíma. Þá hafði lengi verið útþensla á Norðurlöndunum, allt frá því snemma seint á 8. öld, alla 9. öldina. Hafði verið mikil útþensla, víkingaferðirnar frægu. Og partur af þessar útþenslu er kannski einmitt landnámið á Íslandi og svo seinna Grænlandi. Það er útþenslu allt til vesturs og við vitum það að þeir fóru meira að segja til Ameríku. Ef við reynum að setja okkur í spor þess fólks hvaða heimsmynd það hafði, þá er það kannski svolítið erfitt. Við þekkjum að einhver leyti trúarbrögðin þeirra, ásatrúna, þá aðallega úr eddukvæðum Snorra Sturlusonar. Þetta eru flókin trúarbrögð, en grundvallurinn í þessum trúarbrögðum, ég held að flestir trúarbragðasérfræðingar í dag séu sammála það, er að þetta eru svokölluð seiðmanna trúarbrögð. Það er seiðurinn, seiðmennskan, að fremja seið, var afar mikilvægt og eiginlega algjörlega miðlægt í þessum trúarbrögðum. Stærsti seiðmaðurinn var Óðinn sjálfur. Í Eiríkssögu, þar er lýsing á völvu, þar sem að búnaði hennar, klæðnaði og búnaði er lýst mjög nákvæmlega og eitt af aðaleinkennum þessarar konu er hinn miklu perlufjöldi. Hún er hlaðin perlum, eins og fjallkonan, eins og konan í Hagbarðshólmen. Er þetta tilviljun? Núna er ég svolítið að gæla við það að gamni mínu að gera hana að völvu eða hugsa mér það að hún sé völva eða einhvers konar seiðkona, einhver kona sem að hefur haft þann sérstaka status í þjóðfélaginu að vera seiðkona. Það eru þessar mörgu perlur auðvitað sem að kannski fyrst og fremst leiða hugan að því og svo konan í Noregi, Hagbarðshólmen, sem er með margar perlur líka, reyndar miklu fleiri perlur. Hinn fræðilegu rök fyrir því að þetta sé völva eru þau að það er ólíklegt að svona velbúin, skartikrydd kona hafi verið ein á ferð á þessum tíma, nema völva. Völvur áttu gjarna engan sérstakann samastað, þær voru farandvölvur, þær ferðuðust milli bæja, sögðu tíðindi og spáðu í framtíðina. Yfir þeim hvíldi ákveðin helgi og hún fær borgað meðal annars í perlum, skartgripum og hún ber það á sér að hluta til hálsinn, að hluta til væntanlega saumað í fötin sem hún er í. Ef hún hefði verið hefðarkona, þá hefði hana væntanlega verið leitað og líklega hefði hún fundist. Ef þetta hefði hins vegar verið völva og hún hefði orðið þarna úti og jafnvel þótt fólk hefði vitað af því og jafnvel fundið hana, þá er ólíklegt að það hefði snert hana á nokkurn hátt. Það hefði ekki þorað að snert hana, það hefði alls ekki þorað að taka neitt af henni og
væntanlega bara leyft henni að liggja á þeim stað sem hún valdi sér til að deyja, ósnertri. Síðan líður tíminn og þetta gleymist og hún liggur þarna í 1000 ár. Ég held að við höfum ekki fundið allar perlurnar sem að konan okkar hér var með, vegna þess að þetta var allt komið á stað, þetta var byrjað að skolast í burtu. Við vitum það að hér hefur yfirleitt verið snjór yfir þessu svæði allt árið. Það er ekki fyrir en í þessum hlýju árum núna upp á síðkastið sem að snjórinn fer á sumrin. Á landnámsöld þá var loftslag svipað því og er núna, það er kannski jafnvel yfir hlýrra. Og þá hefur hér ekki verið snjór, ef konan hefur verið hér á ferð á sumri til. En hins vegar strax á 12. öld þegar að fer að kólna og við tekur hinn svokallaða litla ísöld að þá hefur væntanlega verið hér snjór yfir allt árið kring og það hefur þá verið langt fram á 20. öld eða fram til 2000, svona mestu leyti, þannig að það skýrir auðvitað þessa fínu varðveislu á gripunum. Þetta hefur verið í ísskáp eða frosti allar þessar aldir. Við getum verið þakklátt fyrir það að þeir Unnar og Ágúst fundu þessar nælur. Því þetta reynist vera einn merkasti fornleifafundur á Íslandi þegar upp í staðið. Allavega einn sá sérkennilegasti.